Heilbrigðisstofnuninni, hvernig þetta orðið eftir sameiningu. Það Jón Helgi Björnsson og Guðný Friðsdóttir sem yfir þetta. Gjörðu svo vel. Herjá, takk hérlega fyrir að bjóða okkur hérna. Við erum hér líka með Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóra lækninga sem verður þá til svara ef einhverjar spurningar eru. Ég held að stofnunin sé orðin rétt rúmlega 2 ára, 2,5 kannski. Nei, nær því nú ekki alveg. En við vorum sér sameinuð held ég 1. október 2014. Ég ætla að fara hérna yfir nokkrar glærur. Eins og þið sjáum þá starfsvæðið ansi stórt, það alveg frá Blönduósi að Þórshöfn og þetta skemmtilegt og fallegt svæði eins og þið þekkið vel. Og þetta svæði sem þið eru líka að sinna. Þetta svona helstu starfsstöðvar sem eru í Fjallabyggð og Sauðárkróki, Húsavík, heilsugæslan hér á Akureyri og Blönduós og Dalvík. Og það eru reyndar held ég 18 starfsstöðvarnar í heild hjá okkur. Nú skipurit heilbrigðisstofnunar bara svona hefðbundið. Semst þessi tvískipting, framkvæmdastjóri lækninga, framkvæmdastjóri hjúkrunar. Og svo erum við með þessar stoðdeildir, fjármál og upplýsingatækni og mannauðsmál. Og svo þetta 3 svið í rauninni. Það heilsugæslan sem langstærst hér á Akureyri, sjúkrahús og hjúkrunarheimili sem við erum, oft þetta svona þessar heilbrigðisstofnanir eins og þið þekkið þar sem eru allir þessi 3 þættir inn í sömu einingu. Og þetta, eins og þið kannski vitið, þá voru þetta 6 stofnanir sem sameinuðust í heilbrigðisstofnun Norðurlands. Og þarna sjáum við í rauninni bara skipuritið og sem held ég óskaplega hefðbundið varðandi hlutverkaskiptingu. En það kannski þarna einn hlutur sem þarna niðri sem staðarumsjón. Og það getur sagt að hverjum stað það þannig, það yfirhjúkrunarfræðingar og yfirlæknir. Og einn af þessum lykilstjórnendum tekur að sér staðarumsjón. Og það þýðir það svona ýmsir hlutir sem kannski þurfa ekki endilega að fara til yfirstjórnar eru þannig kláraðir af þeim stjórnanda og það ekki svona einhver ekstra stjóri sem settur upp á hverja einingu. Nú það sem kannski var fyrst sem við þurftum að gera var bara að byggja innra skipulag og ráða yfirstjórnendur. Skýra í rauninni stöðu annarra stjórnenda. Nú þetta svona dreifstýrð stofnun að því leyti það engar höfuðstöðvar. Við Guðný erum á Húsavík og Guðmundur fjármálastjórinn og mannauðsstjórinn eru á Akureyri og Örn á Sauðárkróki, gæðastjórinn á Siglufirði og kerfisstjórinn á Sauðárkróki. Þannig að það svona, þetta dreifstýrð stofnun og bara að okkar mati virka það ágætlega. Nú við höfum verið að stofna svona starfshópa ýmis verkefni þvert á stofnunina og þetta setja stofn nefndir saman með það að það kemur svona þvert á stofnun og það má segja að kannski þessu starfi hafi svona, jákvæð við sameininguna komið hvað mest fram. Að það svona, ef þú ert einhver sem að sinna heima skólahjúkrun, að það allt í einu finnur fullt af kollegum innan stofnunarinnar og það verður svona skemmtilegt, faglegt samstarf þar á milli eininga. Og svo hefur við þetta náttúrulega endurskipulagt skrifstofur og bókhald, það svo sem augljóst. Og það starfar engin upplýsingakerfismaður í stofnuninni hjá okkur. En við höfum kannski í hyggju að ráða einn. En það hefur eins og verið gríðarleg mikil vinna í kringum upplýsingakerfi og það auðvitað lykillinn að því að stýra svona dreifðri stofnun. Og þetta höfum við grætt mikið á því að sjúkraskrárkerfið var sameinað áður en við sameinuðumst. Það létti okkur talsvert mikið vinna. Og við þurftum að sameina upplýsingakerfið í eitt sameinlegt umhverfi. Innleiddum Office 365
Skype for Business í raun bara hluti af þeim pakka, sjá eiginlega öllu lykilfólki hjá okkur, sem við notum gríðarlega mikið og til dæmis eru fundir framkvæmdastjórnar iðulega á Skype, þar sem við setjum bara á skrifstofunni hjá okkur. Það gengur svínvirkar alveg. Og það verður alveg óendanlega í taugarnar að vera geta ekki komist í svoleiðis samband til dæmis við ráðuneytið. Það svo heimskulegt að við þurfum kannski öll að fara suður til þess að hitta með óheyrilegum kostnaði þegar þetta ætti að vera mjög auðvelt að bara að fá beint samband við það gegnum svona tækni. Og það þurfti að setja stimpilklukkur, innilega vinnustund, mataráð, þetta mjög misjafnt hvernig þetta var uppsett og allar stofnanir voru búin að fara í gegnum mikla hagræðingu og höfðu kannski ekki efni á því að endurnýja ýmsa hluti. Og það búið að taka upp rafræna ferli í bókhaldsþjónustu, mannauðsstjórn, ráðningakerfi, ferðabeiðnakerfi, það alls konar svona rafrænir hlutir sem verið að innleiða sem ekki voru áður. Og þetta hefur sett upp heimasíða og við höfum verið að reyna að innleiða heilsuveruna líka en kannski ekki gengið eða það mætti ganga betur hjá okkur. Nú bara svona rétt þess að sýna að það er alltaf eitthvað í gangi sem við erum búin að klára. Við erum að setja upp þessar prentlausnir. Gæðahandbók verið að vinna í SharePoint-kerfi og þangað höfum við nú sótt talsvert mikið að hjálpa og þekkingu hér. Við erum búin að setja innri og ytri Facebook-síðu og nýjan innri vef í SharePoint og kannski fengum við svolítið gagnrýni á það að það væri ekki nógu góð upplýsingastreymi til starfsmanna frá okkur, þannig við erum búin að taka svolítið hart á því og það verður að viðurkennast að Facebook virðist virka býsna vel. Ég kom að skilaboðum áfram. Svo verður að setja upp svokallað Ray Home Care á allar, eða það er stefnan að setja það upp á allar starfsstöðvar og ég held að það verði skemmtileg viðbót. Nú við höfum verið að ræða við SAK það að komast inn í rannsóknarkerfi og erum nú aftur komin held ég að tala við Landspítalann það, en þetta eitthvað sem mjög áríðandi fyrir okkur að komast í. Og eitt af verkefnum sem framundan þarf að setja upp byrða innkaupakerfi, að við erum ekki búin að fá kannski skýra sýn á það hvað við gerum í því. Og það verið að bæta skráningar eða þegar hann skoða bara eins og söguskráningar þá eru það ekki eins alls staðar á öllum starfsstöðvum og við erum svona að taka á því svolítið. Og sem held ég svona hluta til jákvæðir afleiðingar að þessari samningu og svo verið að skoða lyfjafyrirmæla og skráningarkerfi. Ég segi það sama þar, við erum ekki alveg með skýra sýn á það hvert við förum. Nú bara rétt til þess að þarna sýna ykkur, þetta nú rekstur síðasta árs og sem þýddi í rauninni að stofnunin var á fyrsta sameinaða ári sínu rekin með 1 milljón afgangi og ég held að það muni aukast aðeins afgangurinn á þessu ári og það verði kannski 7 milljónir eða eitthvað liggi á því, en kannski bara meginmáli það við höfum alveg náð kontróli á kostnaðinn. Það oft verið þannig þegar menn hafa sameinast eða stofnar hafa sameinast og þá hefur fjárhagurinn farið úr böndunum, en það hefur ekki gerst í þessari sameiningu og bara undir ágætum aga þannig séðan. Okkur vantar auðvitað alltaf meiri pening, ég get alveg fullyrt það. Og ég bara tók svona aðeins saman, við erum náttúrulega þjónusta 35.000 íbúa og þetta þarna 400 kílómetrar á milli Þórshafnar og Blönduóss. Við munum velta 5,4 milljörðum 2017 og við erum heldur fjórða stærsta heilbrigðisstofnun landsins með yfir 500 starfsmenn. Þar af 110 hjúkrunarfræðinga og 44 lækna þegar við erum hæfilega mönnuð, það er svona misjafnt samt. Og það eru 18 starfseiningar og við erum með 21 sjúkrarými og 128 hjúkrunar- og dvalarrými. Við erum líka með samning að reka hjúkrunar- og dvalarheimilið Hvamm á Húsavík sem eru, ef ég man rétt, 44 rými.
og hefði mér rauninni gjarnan viljað að fá að yfirtaka þann rekstur til þess að gera eininguna Húsavík svona hagkvæmari. Heyrðu, Guðný ætlaði svo að taka við. Já, þetta var nú reyndar mín glæra, sko. Já, það. Þá gefði þig glæru. Já. Allt í góðu. Það er að taka við. En komið í sæl, ég heiti Guðný Friðriksdóttir og er framkvæmdastjóri hjúkrunar á HSN og er búin að sinna því starfi núna í 2 ár. En ég útskrifaðist úr Háskólanum á Akureyri 1996 úr hjúkrunarfræði og svo kláraði ég MBA-nám í Háskóla Íslands 2008. Á námsárunum þá var ég að vinna á Dalbæ og svo var ég að vinna hérna á Sjúkrahúsinu á Akureyri til 2004 og flutti þá suður og hef megnis unnið á Landspítalanum í ýmsum verkefnum síðan þangað til ég kem aftur. En þessi glæra hér, hún sýnir fjölda íbúa á svæðinu og þetta eru 35.000 manns og eins og þið sjáið þá eru langflestir hérna á Akureyrarsvæðinu en við skiptum starfsstöðum í 6 meginsvæði og enda er heilsugæslan hér, hún er langstærsta heilsugæslan en þetta eru 17 heilsugæslur og heilsugæslusel sem við erum með. Og á þessari mynd var að sjá hvernig starfsfólk dreifist eftir starfsstöðum og þannig að sjáum við til dæmis á Sauðárkróki þá er 25% af starfsfólki þar og 29% á Húsavík, 18% á Akureyri og svo 10% á Blönduósi og 11% á Fjallabyggð og svo minna á Dalvík. Sjúkrahjúkrunarrýmin, þau skipta svona að á Blönduósi þá eru þau 34 í heildina og á Sauðárkróki eru þau 61 og í Fjallabyggð eru þau 23 og á Húsavík eru þau 31 og svo bætast þessi rými sem eru í Hvammi við 42, þannig að í heildina þá eru að reka 192 rými. Í heilsugæslunni þá eru að sinna í öllu heilsugæslunum þessum almennu grunnþáttum sem eru móttaka og vaktþjónusta heilsugæslulækna og heimahjúkrun, hjúkrunarmóttöku, ung- og smábarnavernd, mæðravernd, heilsuvernd grunnskólabarna og svo tilheyra sjúkraflutningar heilsugæslunni. En við erum reyndar með, það eru ýmsar útfærslur eins og hér á Akureyri eins og við vitið að þá er slökkvilið með sjúkraflutningana og í Skagafirði þá er það brunavarnir Skagafjarðar sem eru með sjúkraflutningana. En það sem við höfum verið að gera í heilsugæslunni, við erum að vera að mynda faghópa. Við erum til dæmis þá er Ingibjörg Sólrún sem hefur verið á heilsugæslunni á Akureyri, hún leiðir faghóp í heilsuvernd grunnskólabarna en við erum með 31 skóla á svæðinu og 4700 nemendur. Og í mæðravernd þá er það Hulda Pétursdóttir sem leiðir faghóp í mæðravernd og Hrafnhildur Ævisdóttir faghóp í ung- og smábarnavernd og svo er það yfirhjúkrunarfræðingur í heilsugæslu á Sauðárkróki sem er með faghóp í heimahjúkrun og það er svo einn faghópur í viðbót sem erum með og það er faghópur í öldrun og sá faghópur fjallar þjónustuna sem við erum að veita í hjúkrunar- og dvalarrýmum. Og þessum faghópum er ætlað að hafa svona fagleg samráð, spáði eru að veita sömu þjónustu alls staðar og spá í þjónustuna sem við erum að veita og hvernig við getum bætt hana. Við sameiningu þá voru ýmsir þættir í heilsugæslu, þetta var aðeins breytilegt á milli staða. Til dæmis hérna á Akureyri þá er unglingamóttaka og þarna geta unglingar komið og fengið ráðgjöf og viðtal í hjúkrunarfræðing. Þarna til þess eru krakkar að koma sem eru með klamydíu og fá ráðgjöf og það er hjúkrunarfræðingar sem eru með móttökuna og vinna í samvinnu við læknana á hakinu. Og þar er líka þessi fjölskylduráðgjöf sem er ráðgjöf til verðandi foreldra sem þurfa á því að halda og foreldra með börn. En þetta er náttúrulega í einhverju formi líka í mæðraverndinni á hinum stöðunum. Og síðan erum heilsueflandi heimsóknir aldraðra á Akureyri en það er þá þannig að þeir sem eru 80 ára og eldri, þeir fá símtal og þeim er boðin heimsókn frá starfsmanni og hann fer svona yfir það hvernig viðkomandi getur eflt sína heilsu og komið þá í veg fyrir
hvað maður að segja, ótímabæra öldrun. En þetta svona, ég held að þetta gangi bara vel og við erum alltaf að skoða bara þessa þjónustu og það ekki búið ákveðin einar breytingar. Á Húsavík þá erum við með sykursýkisgöngudeild og ég set hérna þarna því það eru hjúkrunarfræðingar í heilsugæslunni sem að sinna henni og líka læknir í heilsugæslu og svo læknir á sjúkradeild ásamt næringarráðgjafa. Svo það sem sérstakt á Húsavík, þar hefur verið þessi teymisvinna læknis og hjúkrunarfræðings og þetta starf sem búið að þróast í nokkur ár og þá það hjúkrunarfræðingur og læknir sem vinna saman í teymi. Skjólstæðingar komið til hjúkrunarfræðings og hann forvinnur skjólstæðinginn, kannski tekur blóðþrýsting og upplýsingar og fleira. Þannig að þetta hefur gengið vel. Það gaman að segja frá því að Elín Arnardóttir, meistaranemi í hjúkrun, hún búin að vera að rannsaka og lokaríkir hennar gengur okkur það að skoða gæði þessara þjónustu versus gæði á annarri heilsugæslustöð sem ekki með þessi teymisvinnu. En þetta mjög spennandi. Og síðan á Sauðárkróki þá erum við lífstíðsmóttöku, þar hjúkrunarfræðingur sem veitir ráðgjöf og tekur skjólstæðingar viðtöl þá sem þurfa að gera einhverjar breytingar á sínum lífstíl. Síðan erum við með sálfræðiþjónustu, þjónustu næringarráðgjöf og hreyfisæla og ég ætla aðeins að koma það eftir. Við erum með Reiksímann, hefur verið að sinna honum á Húsavík, en það hjúkrunarfræðingur þar, Jóhanna Kristjánsdóttir, sem verkefnastjóri með Reiksímann og þetta samvinnuverkefni við embætti landlæknis. Og síðan erum við líka að svara í læknavaktasímann á daginn. Það er aðeins að hlaupa yfir verkefnin sem við höfum verið að vinna í frá því við sameinuðust, en það var þessi læknavaktasími sem við byrjum að svara í á árinu 2015. Og við innleiddum þá þetta númer sem vaktnúmer læknis á svæðið og þetta þannig að við komum til skjólstæðingur hringir í 1700 og þá metur hjúkrunarfræðingur hvort hann gefi áfram í sambandi lækni eða vinnur úr erindinu eða þá bara segir við hvort að panta sér tíma á næstu heilsugæslustöð. En þetta held ég og ég hef heyrt að þetta minnki álag á læknum á kvöldin og næturnar. Og við erum að svara í þennan síma fyrir allt landið á daginn. Síðan höfum við fjölgað hjúkrunarrýmum á Húsavík og Sauðárkróki og á árinu 2015 þá var hjúkrunarmóttökun á Akureyri Öld og þetta svona þróunarvinna og við vorum að prófa þessa teymisvinnu sem á Húsavík og það svona áframhaldandi þróun á þessu en það Þórdís Rósa sem að skipuleggja þessa hjúkrunarmóttöku og Jón Torfi á heilsugæslunni á Akureyri. Og síðan innleiddu við hreyfiseðla og á árinu 2015 þá var tækjakostur bættur líka með sérstöku framlagi og það var mjög gott að bæta tæki og búnað á stofnuninni. Og síðan var hafist handa á byggingu á heilsugæslustöð og hún var svo vígð núna síðasta sumar, þessi heilsugæslustöð í Mývatnssveit. Á árinu 2016 þá höfum við eflt heimahjúkrun á Akureyri á kvöldin og helgar. Við settum inn hjúkrunarfræðing á kvöldin og helgar, þannig að þetta var hjúkrunarfræðingur sem kom inn þarna. Og síðan á Dalvík þá erum við eftir heimahjúkrun daginn og helgar og í Fjallabyggð og Blönduósi líka. En það sem við vorum að gera þarna að það var að tryggja mönnun á daginn og tryggja það að það væri heimahjúkrun boðið helgar. Síðan fengum við þessar 2 námskeiðir í heilsugæsluhjúkrun og það voru hjúkrunarfræðingar á Húsavík og Akureyri sem fengu þær og við erum að auglýsa núna eftir næstu 2 hjúkrunarfræðingum í þessar stöður og auglýsingar eru á Stafræðartorgi. Getur okkur komið bakk fyrir mig, þurfinum? Við fengum þessar sérnámsstöður í heilsugæslulækningum og það núna, samkvæmt mannastjóra, þá erum við með 5 til 6 sérnámslækna í 2 til 3 stöðum.
Svona er þetta alltaf hjá mér og hjúkrunarfræðingunum. Skyndilítið, eða skyndilítið. Já, ekki það. Heyrðu, já, þetta betra. Það sem við gerum líka árið 2016 að það var aukin sálfræðiþjónusta og við réðum sálfræðing á Sauðárkróki í 70% stöðu og hann sinnir líka Fjallabyggð og Blönduósi. Og síðan erum við með, réðum við Pétur Mopp yfir sálfræðing á Akureyri og hann hefur tekið það að sér að skipuleggja sálfræðiþjónustuna á HSN og á Sauðárkróki og hinum stöðum þá höfum við haft svona einstaklingsmeðferð en hér á Akureyri þetta aðalega meðferðir við kvíða og þunglyndi. En þetta svona í þróun og síðan fengum við fleiri heilsugæslulækna og mér skilst samkvæmt manneskjóra að núna séu 15 stöðugildi heilsugæslulækna á Akureyri en þegar við tökum við þá eru tæplega 13. Þannig að það hefur verið bæting í mönnun á læknum á heilsugæslustöðinni og síðan hjúkrunarmóttakan þarna en við erum, eins og ég sagði áðan, að þá erum við áfram að við settum inn þetta eina stöðugildi og höldum því áfram til að þróa hjúkrunarmóttakuna og erum að reyna að skoða það hvort við getum eflt aðgengi að fagfólki og bætt þessa teymisvinnu hjúkrunarfræðings og læknis og þá til að létta aðeins álagi á lækna. Núna á árinu 2017 þá erum við að auka hlutfall næringarráðgjafa 50% og hún var sem sagt í 50% stöðu á Húsavík en núna erum við að auka þenni 50% og það mun nýtast á hinum stöðunum. Það hún að fara að sinna eldhúsum okkar og síðan geta læknarnir vísað á næringarráðgjafa. Þannig það ný þjónusta hjá okkur, við byrjum reyndar aðeins í fyrra en við erum með eflana núna. Síðan var aðeins aukið hlutfall yfirþjálfa á Akureyri og það var hugsað til þess að hann gæti létt undir með læknum til að gera hjálpartækjabeiðnir og svo kemur hann líka aðeins inn í heilsueflandi heimsóknir og síðan erum við áfram að auka í heimahjúkrun og við erum að lengja vaktirnar helgar, við erum að lengja vaktirnar á kvöldin og líka helgar hjá sjúkraliðum. Þannig við erum búin að efla heimahjúkrun á Akureyri mjög mikið og ég vona bara að þið finnið aðeins fyrir því að það sé léttara að útskrifa fólk í heimahjúkrun. Og síðan erum við að auka líka í heimahjúkrun á Þórshöfn, Grenivík og Mývatnssveit og svo núna styrkja mönnun á hjúkrunardeildum á Króknum og raun og veru erum við ekki búin að ákvæða alveg endanlega öll verkefni það getur bæst við á þennan lista við ný verkefni 2017. En mér langar til að benda okkur á heimasíðuna hsn.is og þarna eru allar upplýsingar sem þið þurfið og getið skoða allar upplýsingar stofnunina og þarna lengt til vinstri, það gálkur fyrir heilsuvöru og þarna getið þið farið inn og panta okkur lyf ef þið þurfa því að halda og ég hveti ykkur bara til að skoða þetta og fara þarna inn. Það einhverju stöðu þar sem hægt að panta tíma en ég held að sé ekki komið þannig hérna á Akureyri, er það nokkuð Jón Torfi? Það ekki hægt að panta tíma hérna í heilsuverunni. Nei. En þið getið endurnýja lyf þetta. Og síðan að lokum þá langar mig að bara benda ykkur á að læka við Facebook síðan okkar. Þarna koma ýmsar fréttir frá stofnuninni og líka svona ýmsir fróðleiksmólar sem við viljum koma áleiðis út í samfélagið. En ég hef ekki fleira, bara eru einhverjar spurningar. Já. Ég veit ekki hvort að heyri okkur á að heyra það. Já, það er ekki alveg það. Ég óskilur það mikið með þetta gaman að heyra okkar gengið vel. Það hlýtur að vera erfitt að sameina svona allir hræddir að missa sitt og svona. Hvað hefur verið erfiðast í þessu? Guðni? Já. Sko
Nú er ég ekki að biðja núna. Nei. Ég var að meina hvað var það, því að þetta er mjög erfitt verkefni, ég get tími innmynda mér, saman. Já, ég get bara að tala fyrir mig að það sem ég varst erfiðast þegar maður kom inn í þessu stofnun, þá var ekki búið samin að neitt og það átti eftir að koma öllum, hlutin átti eftir að koma þessi ferli, þannig að og líka bara koma fólki saman og þannig að það kynntist og bara fá stofnunum til að virka. Það er svona, ég veit ekki, en mér finnst bara allir vera mjög jákvæðir hjá stofnuninni og ég finn ekki fyrir neinum mótþróa eða... Það hefur ekki verið andstaða listastofnunar, andstaða listastarfsstétta eða slíkt sem að... Nei, ég held að bara allir hafi verið komnir yfir það, Ég held að það bara verið búið að þreyta mér svo mikið á því að vera alltaf að tala um að sameinast og svo var menn búin að fara í gegnum mikla hagræðingu alls staðar. Og þannig ég held að margir hafi bara verið fegnir að það væri komin lína í málinn og það væri bara hægt að vinna. Og almennt hefur það gengið bara mjög vel að starfsfólk hefur verið jákvætt. Við erum með enn framhalds, athugasemd sem ég veit ekki hvort að fá þér að fara í lofti, en ég veit ekki hvað við erum að gera hérna á Norðurlandi í sambandi við samstarfi sameiningu sjúkraskráans og við Landspítalann. Það tók mig 12 ár að setja upp kerfi fyrir hjartalínur. Þegar það var komið á legginn þá var það ekki sérstakt og það verður ekki framhald af því. Og það eru mörg svona kerfi sem ætti að vera sameiginlega, þar sem ég er að setja við hjá sjúkrahúsum og ætti að líka að vera algjörlega út á horn. Og mörg þessi samstarfsverkefni og ég get sagt að það er út í lofti en það eru í gíslingu Landspítalans. Spurning hvernig við eigum að tækla þetta? Já, það er svo sem svona mál hafa gengið náttúrulega allt og hægt. Já. En við verðum nú að viðurkenna, við höfum bara verið svolítið einbeitt okkur á þessu verkefni þannig að við kannski förum vera meira til í að taka slag eitthvað fleira. En við höfum svona verið að einbeita okkur meira að þessu að hafa þetta í lagi. En ég er alveg sammála, það er margt sem mætti betur fara eins til þess bara rannsóknarkerfin hafa verið þar sem við erum búin að bíða þetta í 7 ár eftir að komast inn í FlexLab. Og ég held ég sé búin að hafa tvisvar fjárveitingu til þess sem ég hef nýtt til annarra góðra verka náttúrulega sjálfsögðu. Þannig að þú þekki vandamálið? Já, ég þekki það. Já, bara ég taka undir óskum til hamingju með þetta og það er margt sem við höfum verið að gera ótrúlega vel og ég man eftir þegar við vorum að skoða þetta hvaða kemur 2010 þá varum ekki allir mjög spenntir fyrir þessu og svona gamli hreppapólitíkin svona góð þessu kollinum og þeir hafi gert ótrúlega mikið, þeir hafi bætt mikið í. Það er eins og en samt eru þau svona að skila svona þokkalegu afkomu og það er spurning gátu þið séð fjárhagslega tækifæri í þessu til hagræðingar og ég vil kannski sérstaklega taka fram að það hlýtur að vera ótrúlega vinsæll þessu hópu sem kemur í veg fyrir ótímabundna öndun. Ef ég segi bara beint út, það var eiginlega engin hagræðing við þessa sameiningu. En það er svona, það breytast aðeins áherslunar, ég meina það koma í staðinn fyrir forstjórana kemur Unni og Örn og það er svona, já það er svona, hvað segja, ég held að mörg leyti sé það betur nýttir peningar með því. En það sem við höfum lagt svolítið áherslu á sem mátti bæta á ýmsum stöðum var það að virkja fólk svolítið í rekstrinum, menn fengju rekstrarupplýsingar og fengi að taka þátt í að gera rekstraráætlun. Það er svona, hefur kannski ekki gengið alveg nógu vel hjá okkur en oft var þetta kannski svolítið mikið á höndum forstjórana og fjármála. Þannig að við erum að reyna að laga það en við erum svolítið í landa. Það hefur allavega gengið mjög vel bara að virkja fólk til þess að vera með. Og hvað segja, við erum reynt að ýta undir sjálfstæði einingana í rauninni. En það er besta sem flestar ákvarðanir séu teknar á heimaslóðum og við séum kannski látnir glímuna við ráðuneytið og svona stærri mál. Ég þakka fyrir þetta og við bara erum að hugsa stærstu heilbrigðisstofna hérna í þessu Norðurlandi og þessu sjúkrahúsi. Af hverju var þetta ekki sett inn í pakka? Af hverju var haus ekki með? Það er eitthvað skýring frá Politíksjón af hverju að FSA hafði sagt var ekki inn í pakka, var ekki stekkur að pakka ef þessi sjúkrahús var með.
Sko, ég hef enga skýringu á því, ég held að það sé bara pólitík. En ég held samt að það hafi verið kannski aðeins svo tilfinning eða aðeins svona svo skoðun að halda þessari sérhæfðu þjónustu fyrir utan en almennu. Hafa þetta skurðpunkt þar á milli, ef það er einhver skynsamlega ástæða fyrir því. Af því þeir sérhæfðu þjónustu geta á Húsavík. Já. Það er alveg rétt, og kannski verður það skrifið á endanum. Já, til hamingju með þessa flottu samningu, ég heyrti áður þarna og það kom mér vel á óvart hvað þetta er stór stofnun. En ekki gaman skólabróður og félaga á Hörpunvegi í gær, sem hefur vann hér áður á svæðinu sem heimilislæknir. En eiginlega bara með að bera spurningu varðandi, fyrir einhver reynslu af verktakalæknum versus það sem eru fastframlegir. Við lótið því svona gegnum árin hafa mikla reynslu af því að sumir staðir hafa verið keyrðir mikið á læknum sem koma að vera í stuttan tíma og aðrir hafa fasta læknir sem hafa verið lengi. Það eru kostur og gallar við þetta bæti. Það er eitthvað reynslu af þessu. Það getur kannski svarað sem ég get kannski svarað þessu stutt þannig að við viljum ráða lækna og hafa það og staðsetta í samfélaginu. En það er einn stað þar sem er alveg verktaka og við reyndum að auglýsa þá stöðu til þess að fá fasta lækna en við fengum ekki mönnun í það. Kostnaðarlega kemur þetta út eins ef maður semur rétt þar segja. En við erum svo sem, við viljum síður verið í þessu kerfi en þegar maður er með mönnun, ef við tökum bara krókinn sem dæmi þar sem við erum með sterka lækna sem er undir miklu álagi og ef það vantar inn í þá tökum við það neðar að ráða verktakalækni til þess bara að passa að föstulæknarnir séu ekki brenndir. Ef það kemur svo einhver sem vill ráða sig þá víkur verktakalæknin og inn kemur sá sem vill ráða sig. Þannig að þetta gengur, þetta kerfi, þetta verktakakerfi en við viljum hitt og ýtum undir það. Og það ég með svona aðstillingu að sé eitthvað aðeins skárra núna. Ég finn það kannski við finnum það kannski sterkast á Akureyri að það er svona að birta aðeins til varðandi læknamönnum. En ef maður horfir á Húsavík og Krókinn þá snýst það svolítið að finna eitthvað sem er alinn upp á svæðinu eða í þann minnsta landsbyggðarmaður sem er að læra. Já, ég stók svo betri í þarna. Nú þekki ég náttúrulega betur til á Sauðárkróki því að við förum þarna reglulega skurðlæknar en það tók ég eftir að þar eru 60 hjúkrunar og dvalarrými meðan eru 30 á Húsavíkursvæðinu þar sem að héruðin eru samsagt tiltækja jafn stór, hvað var það íbúa? Já, Hvernig gengur þetta, ekki eru svo miklu fleiri eldri og Skagafjarðarsvæðinu eða hvernig er mismunurinn í framkvæmdinni á þessu og framkvæmdastjórninni og hvernig stefnir á þessu og þetta gengur svona? Þar er hjúkrunarheimilið Hvammur sem er með 44 rými og við í rauninni stýrum. Það er samningur stjórnun á Hvammi við heilbrigðisstofnun, var fyrst heilbrigðisstofnun Þingeyinga og svo við heilbrigðisstofnun Norðurlands núna. Það er rauninni svona bastarður, við getum orðað þannig. Það væri langbest að sá rekstur væri bara eins og kroppnum á einn hendi. En talandi þessi tvö svæði, þá er þetta tvö svæði þar sem eru hlutfallslega fæst hjúkrunarrými á íbúa. Það var svona verið, undir, ég veit ekki hvort ég undir mönnuð, en það undir rýmuð. Takk fyrir gott yfirleitum og hamingju með þetta gengið. En minnst á 8365 og Skype Business. Skype Business, hvernig það að nota það? Það nota það aðalega á milli stöðvana ykkur og aðalega í ekstra lögum tilgangi eða líka í klíniskri þjónustu? Það ekki verið að nota það í klíniskri þjónustu. Ekki nema sem vídeómonitering á sérnámslagnum. Ég það í Skype-inu. En mér finnst eins og að það er eitthvað sem er bara vantar svolítið
bara hjá einhver sem fagfólki stundum, það getur orðað það einhver sem þarf sálfræðiþjónustu á Þórshöfn og ég sé ekkert einfaldar en hann komi bara inn á stöðinu hjá okkur og setji sig fram á skjáinn ef hann vill ekki gera það heima og tali við sálfræðinginn hjá okkur því að það er alltaf dýrt að keyra sálfræðinginn oft á Þórshöfn, kannski eina ferð til að ná fyrsta kontakt en þetta eitthvað sem bara við hljótum að geta ná tökum á. Og það fer eins og ég segir, það fer óendanlega í taugarnar með varðandi samskipti við ráðuneytið til dæmis. Það skuli ekki vera alvöru tenging við þá og bara þess eins og við þekki kannski sem að nota eitthvað fjarfundabúnaðinn við ráðuneytið, hann bilar alltaf, hann aldrei í lagi. Og ef maður ætlar að vera virkilega á fundinum í ráðuneytið, þá þarf maður að mæta þangað. En það bara heimskulega dýrt með við hvað hitt einfalt. Maður að sé bestu sjónvarpsþátt á landinu sem Yngvi Hrafn á Skype-inu. Já, nákvæmlega. Ég horfa á það þegar konan ekki heima. Þetta sögum að vera. Já, það stóð að segja að teknísvikið sé til staða þá ekki alltaf innhaldið að besta. En ég alveg sammála þessu, sko, þetta eiginlega til skammar og ástæðan náttúrulega mótivasjónin hjá þeim sem eru á Suðurnesjahólmum lítil sem engin. Þeir skilja ekki alveg tilganginn í þessu því að það allir þar, eins og þeir hugsa þetta og það eitt að það eiginlega krefst þess að við sem búum utan höfuðborgarsvæðis þurfum eiginlega að taka forystuna í þessu og það sem vantar í þetta infrastruktúr. Tæknin öll til, en það þú veist, hver á að borga og hvernig þetta sett upp og hver á hinum endunum og allt þetta. Og það til tillögur það hvernig á að gera þetta, en það bara þessi mótivasjón og þá sjálfsögðu fjármagnið sem það vantar og það þarf að koma miðlægt. En talandi það samt sko, það þarf náttúrulega ekki fjármagn mikið til þess að einhver mæti inn á læknastofuna á Þórshöfn tali við Pétur sko. Nei, en það þarf að vera einhver á hinum endunum og það þarf að vera skipuleggið og það þarf að borga fyrir það, vinnum þessu. Og ég aðeins koma inn í þetta því ég sálfræðingur sko. Ég held að sé þetta mjög mikilvægt að skólsefnarinn mæti á fyrstu. Sé ekki heima. Það gengur ekki með Skype til þetta. Eða bara skólsefnarinn heima. En það er mikið betra á. Það á Þórshöfn. Það svo spyrja á því samstæða ykkar við þessu stofnun hér, við Sjúkrahúsið á Akureyri og þá bara árið það að hæða okkur í Þorsteinn, þá bara hvað það sem að ykkur mjög upp á vant? Hvað það sem að bara ekki veitur það? Sko ég held svona bara samstarf sko okkar fagfólks við menn sé bara með til fyrirmyndar og ég fæ aldrei kvartanir það. En ég verð að veikja bara undanfarin 2 ár, þá höfum við kannski bara verið föst í þessu verkefni þannig að við höfum kannski ekki sinnt samstarf á milli okkar eins og við erum skyldi. En við erum nú aðeins að hressast. Þannig að við erum svona að losna út úr þessum þannig að öðru leyti hefur það bara verið prýðilegt. Já, það stutt athugasemd sem það breyttist í samstarfi okkar sérfræðinga við lækna á þessum stöðum við sameigingar var það að það kom alltaf sameiginlega símanúmer og þegar ég lenti í því nokkur sinnum að þegar ég ætla að ná sambandi við lækni á einhverjum þessum stöðum þá mér bent til Reykjavíkur og þar þarf ég að bíða heillengi og lækni kannski geta ná í læknin og þetta gjörsamlega óþolandi verð ég að segja fyrir okkur sérfræðingar sem þurfum kannski að tala skjólstæðing sem í þessu tilfelli var á leiðinni tilbaka eftir því að bara gefa hvað hefði komið upp hjá þessu lækni. Og sá sem að ég talaði við var líka mjög óánægður með þetta system, þetta væri svona. Hversu óskopunum ekki hægt að gefa út símalista bara til allra sérfræðinga frívat símanum hjá læknum þarna á staðnum, í staði fyrir að þurfa að hringja til Reykjavíkur og bíða eftir samtali eins og allir aðrir við þennan lækni. Getið þið svarað þessu? Já, það ekki bara sendt ykkur símanúmer á morgun. Já, ég segi aftur ekki búið, þetta er hluti sem svo einfaldur og þetta er algjör óþarfi að þurfa að standa í þessu, því að við eigum að geta að tala beint hver við annan. En þetta er bara, svona getur stofnanavæðing orðið. Þetta hægt við stofnanavæðingu að það verði eitthvað sentralapparat sem allt of stórt sem við ráðum ekki við, í staðinn fyrir að geta haft samtalsbært við annars.
Ég finnst nú svona símtölið ekki að fara í gegnum 1700 sko. Nei, það gerði gert það núna undanfarið. Ég gera það, ég Já. hef ekki bara skiptibárið og Nei, það fyrir mig í Jón Jóns á Lósavík. nei, það var það í gegnum Reykjavík 1700 sko. En var það utan dagvinni tíma? Það var utan Já, það. já, Ég lendi í svona líka. Utan dagvinni. Það er utan dagvinni tíma. Já, Það er kannski það sem er vantar. en við bara bætum úr þessu. Alveg endilega sko. Við þurfum bara að fá að senda símanúmer yfir heilsugæslulækna sem við getum hringt beint í það. Það er spurning þá líka í hináttina, við sitjum stundum á bíðum til skiptidómi. Já, það er bara inn. Það var beitt. Það er bara ekki Reykjavík. Já, takk hérlega fyrir. Takk.